Á morgun, 5. 10. október alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn og það líka ársafmæli Grófar geðverndarmiðstöðvar hér á Akureyri. Ef við byrjum á hvernig hefur þetta ár liðið? Jú, takk. Ég að segja að þetta hefur verið frábært ár og við erum bara mjög ánægð og það líka bara skemmtilega að við þetta að hvað umtalið og út í þjóðfélaginu og samfélaginu, hvað við hefum fengið gott orðspor. Við vorum taka saman frá 10. október og afmælisdeginum frá og til 1. júlí. Þá voru yfir 2500 heimsóknir og það voru 65 manns búin að skrifa undir trúnaðar, það sem vegna þess að ég hópastarfum þá þarf maður að skrifa undir trúnað. Og það bara sýnir og þetta að virka og þetta bara líka bara gott fyrir fólki að finna á jafningjagrunni hvað gott að geta komið og tala við aðra sem eru líka glímið á þessu. Við getum sagt að við lokun dagdeildar geðdeildar sjúkrahússins á Akureyri í ársbyrjun 2009 að þá urðum við sem höfum starfað lengi innan Geðverndarfélags Akureyrar. Við erum vör við að það var mikið tómarúm og margir sem einhvern veginn höfðu ekki lengur en úrræði og smátt og smátt þá fór þetta í þann farveg að við fengum til okkar, til dæmis Eymund sem hefur starfað talsvert hjá Haugarafli og var náttúrulega okkur alveg ómetanleg aðstoð í þessu starfi. Þannig að já, þetta þróast í þessa átt og síðan var þessi ákvörðun tekin þá á síðasta ári að fara í það að taka leigu þetta húsnæði hér og hefja starf. Starfsemi Grófarinnar hefur öll verið unnin af sjálfboðaliðum og samkvæmt hugmyndafræði valdeflingu þar sem áhersla lögð á að einstaklingurinn taki ábyrgð á eigin bata og að öll vinna fari fram á jafningjagrunni. Grófin jafnframt vettvangur þeirra sem vilja vinna að geðverndarmálum hvort sem þeir eru fagaðilar, notendur geðheilbrigðisþjónustunnar, aðstandendur eða áhuga fólkum framfærir í geðheilbrigðismálum. Ef okkur langar til að gera eitthvað eða hafa einhvern hóp og finnst vanta eitthvað inn í starfi, þá það tekið fyrir á kjarnafundi. Og það bara rætt frá öllum hliðum og svo bara ákveðið hvort að það sé eitthvað skynsamlegt eða ekki. Og valdefling snýst það að það tökum að eigin lífi. Og þessi sjálfsefling og við förum í gegnum þessa valdeflega punkta sem eru 15 og við tökum alltaf á hverju mánudegi og ræðum og skiptum þessum skoðunum og hvað getur nýst okkur og ég fer svona yfir valdeflinga dæmið og sýni svona ýmis myndbönd og það sem fólk hefur náð bata af geðröskunum og vegna þess að það þessi von að ná bata. Ég held að fólk verður átt að sjá því það hægt að ná bata af geðröskunum. Og fólk að koma sem hefur verið að einangra sig og bara það ótrúlega að sjá, bara gaman að sjá hvað hefur tekst að lyfta sig upp. Og ef ég líka tek eitt dæmi, það ein kona sem hún sagði ekki orð þessi 2 ár í lautinni. Í dag hún að stjórna hóp og við erum bara mannleg og við erum manneskjur og sem okkur langar að eignast betra líf og þetta bara hluta því að sýna hvað við erum bara gott fólk. Ég finn það að ég að koma inn í rosalega góða stemmingu. Það eru allir mjög glaðir hérna og að segja mér af árangri og það er alltaf bara frábært að fá að vera með í þessu. Og ég verð í samvinnu við allt fólki. Ég kem ekki sem einhver fræðingur og skipa mönnum fyrir, það er ekki þannig. Þannig ég bara tek þátt í fundarstarfinu og hef náttúrulega aðeins byrjuð á því og svona fiska eftir hvað fólk vill og þarf og svona, það nokkra hugmyndir á blaði. Þetta ekki alveg reynd frábært fyrir fólk að geta komið hér inn á götunu og hitt sálfræðing? Það held ég hljóta að vera, En það er vísu eitt sem eftir að móta í sammenningu. Það er ekki alveg búið að ákveða hlutverkið mitt, Þannig það er ekki kannski alveg komið hreint hvort að ég að fara að taka fólk í viðtöl eða hópa eða hvað. En við munum svo sannarlega bara láta það berast þegar þetta að fara að skýrast betur. Bati í þessum skilningi kannski frekar að endurheimta eigið líf. Við erum ekki að tala bata í þessu kannski hefðbundna klíniska skilningi. Það er að segja að bati sé þá bara fjarvera af allra einkenna það sem eftir er. En það kannski líka mikilvægt að undirstrika það að við erum ekki
Grófin ekki meðferðarúrræði sem slík. Við erum ekki hluti af heilbrigðisþjónustu, þar að segja hvorki sjúkrahússins né heilsugæslustöðinni annað, heldur að við lítum á okkur sem viðbót við þá þjónustu og þá góðu þjónustu sem fyrir hér á svæðinu. En þjónustan ykkar ókeypis? Hún ókeypis, já.